aðeins til að hjálpa ykkur hérna meira með verkefni 20 og þetta er náttúrulega sama verkefni og verkefni 15, þannig að þetta er myndin sem að gildi fyrir það og þið getið skoðað það vídeó aftur ef þið viljið. En núna ætlum við að setja þetta upp í logo og það sem við þurfum að byrja á að gera er náttúrulega að ákveða þetta hérna, hvernig ljósin eiga að haga sér. Og síðan við byrjum á því náttúrulega að velja okkur hérna blað til að tekna á. Latter. Velja hérna rétta tölvu ef það er ekki. Við erum á þetta standard. Ég verðist alltaf að þurfa að breyta format grid hérna. Ég finnst ágætt að hafa 25 og svo förum við hérna í input output names. Vestur austur. Þetta er helsta sem við þurfum að nota. Það geti því að ég nota ekki ég nota enga íslenska stafi. Það er hægt að skrifa eða þeir eru bara til vandræða síðar. Þetta er alveg grunnurinn og svo bara byrjum við bara á að setja þessa 5 hérna inn á. 1, 2, 3, 4, 5 og þessi input þarna til að kveikja hérna þessi og þá sáum við að þetta er svo þægilegt að við erum strax með hvað allir hlutirnir heita og miklu þægilegra að hugsa þetta svona og við þurfum þessi latching relay set svo þurfum við samkvæmt myndinni og því sem við höfum skoðað áður er þarna 1, 2, 3, 4, 5 við þurfum allavega 5 tímaliða og ég ætlum bara að nota hérna on delay eins og vanalega. Nú kemur þessi sko af því að það er búið að taka frá eitt númerinn og þá kemur þessi með 2 3, 4, 5 og til að hérna gera ykkur lífið aðeins auðveldara og þá er ágætt að hafa það svona og það er þessi sem að kveikir á þeim öllum. Þessi. Við getum gert copy hérna. Paste. Ctrl F. Ctrl F. Við getum alveg nota svona með aðferða að þetta skarast aðeins spara ykkur pláss hvernig við bótt og
og síðan ætla ég að skeipa það fannst á hana og það sem á að gerast núna er það að það á að loga þetta er vitlaust hérna, þetta á ekki að vera I1 það á að loga grænt hjá bílunum og rautt er gangandi. Þess að ég er ekkert búinn að kveikja hérna á hinu dótinu ennþá. Nú prófum við þetta bara. Þannig að spyr hérna hvort að það á að tengja þessa hérna við powerbussin, þetta er powerbussin hérna. Ég ætla að segja nei, af því ég er ekki komið það langt. Og það logar hérna fyrir grænt hjá bílunum og rautt á gangandi. Það er alveg sem ég vil hafa það. Síðan held ég bara áfram. Ef ég myndi kveikja þessum hérna, íta á hnappinn, þá myndi kveikna hérna þessum tímalaða sem heitir T02. Það er kannski auðveldara verkefni aðeins. Við segjum að þetta sé bara 1 sekúnda hérna. Þannig að 1 sekúndu eftir að rítt á start, þá skiptist úr grænu yfir gult hjá bílunum. Þessi tímalegi hérna mun sjá það, þannig að þetta verður svo sem að T02 og hann mun á sama tíma T02 kveikja hérna og núna prófum við það. Ítum á hnappinn og það skiptir hérna bara eftir 1 sekúndu. Það er ágætt. Þegar það er búið að vera gult á bílunum nógu lengi þá hérna viljum við fá rautt hjá bílunum. Og við skulum bara segja að það gerist eftir 5 sekúndur. Það er þá 4 sekúndum eftir að ljósin skiptir sérna. Og við prófum það. Ef það virkar ekki þá er engin ástæða til að halda áfram. Og sjáum við að þessir eru fastir inni hérna. Ég ætla nú að þetta náttúrulega að vera push-button hérna. Báðir. Hægri smelli hérna músuna. Gera það svona. Og ég þarf að byrja upp á nýtt af því að það er ekki komið reset á þetta ennþá. Gult. Og hverju glemdi ég? Jó, þetta er einmitt það sem maður getur gert. Maður bara gleymir að gera það sem maður átt að gera sko. Það sem við þurfum að gera núna er að slökkva hér á gula ljósinu og kveikja því rauða. Og það sem á að kveikja rauða ljósinu er næsti tímalið T03 og hann var líka á sama tíma að slökkva á gula ljósinu. Vinna skipulega litla búta í einu. Fá alltaf hvert skref til að virka og maður heldur áfram.
gult og svo rautt og það komið. Og næsta sem ég vil að gerist að víxla hérna þessum ljósum. Þannig að það næsti tímaliði. Þetta nú 4, við getum tengt hann hérna. Sett hann í gang. Við þurfum að stilla hann tíman. Segjum bara 10 sekundur. Það verður þá 5 sekundum á eftir þessum. Þetta þá 10:04. Þetta ekki réttan, hana. Svona. Og við prófum þetta. On. Og það komið grænt inn á gangandi. Og það næsta sem við ætlum að gera hvað? Við erum komin hingað. Og það næsta sem við ætlum að gera að fá rauða tilbaka. Og það getum við gert með því að slökkva, að sem sagt láta næsta tímalega slökkva á þessum tímalega. Það T5 slekkur á þessum. Og svona. Prófum þetta. Og svo heldur þetta svona áfram þangað til verkefnið búið. Það ekki svona hvert skref fyrir sig. Næsta skref náttúrulega að slökkva tímaleganum sem að bjóð til þessa hérna-skiptingu sem T3 og svo endar þetta bara reset. Og til að geta reset þá þurfum að setja upp marker eða flagg og láta það slökkva síðustu tímaleganum sem ekki búið að slökkva. Svona hvernig það gengur hjá okkur.